Þegar við keyrum eftir þjóðveginum austur, norður, skammt frá Húsavík, yfirleitt að flýta okkur, þá gleymum við því gjarnan að hér fyrir neðan þjóðveg, skammt á sjávarbakkanum, er stórmerkilegt safn. Það er Mánárbakki og ég hvet alla til að kíkja þangað. Ég kíkti þar við og talaði við höfðingjan Aðalgeir Egilsson og fékk hann til að segja mér frá þessum stórmerka safni. Þá var náttúrulega skipt bara eftir Mána landnámsmanni sem byggði hér fyrstur. Og þetta spinnst nút af því að maður lítið á hérna sem heitir Máná. Og svo náttúrulega leynast við þegar ég byggði þetta hérna, þá heitir það Mánárbakki, hérna rétt við Árbakkann. Já. Og en þú fæðist hér og foreldrar þínir voru bændur? Já, ég fæddur upp á Mána, já, við byggum þar. Já. Afi minn keypti jörðina Mánason aldamótin. Já. Til dæmis þessi kaffikvörn hérna, hún var notuð 1860, ég veit það, því að hún átti svona, hún Ingibjörg Einarsdóttir, kona Jóns forseta og malaði í svona kvörn eins og þess og reyðis. Sá þannig út í Jónshúsi í Kaupmannahöfn. Svo hérna til dæmis þetta, það er annar matseðið hér, en frá Sauðarkrók, það var verið að kveðja sýslumanninn, hann var enn að flytja. Hann bjó nú á Reynistaðakjarlinn, en svo var hann að flytja suður og hætti þarna. Og var þá veisla? Ég þessi líka litla, en matseðillinn er á frönsku, svo ég ætla nú ekki að reyna að þýða það. Þetta er síðan 28. febrúar 1904. Hvernig og hvenær byrjaði þetta safn hér á Mánárbakka? Ég hef nú verið að safna alveg frá því ég man eftir mér fyrst. Já. Byrjaði með eldspýtustokkum og frímerkjum, það var upphafið. Já. Og svo er þetta bara smá haldið áfram. Og já, þetta, maður tímir ekki henda neinu, þetta er bara sagan sem maður er að varðveita. Já. Nokkru leyti. Þetta er nú tekið pláss, allt dótið sem þú safnar? Já, það var náttúrulega mjög kjallara á húinu húsinu, maður hættir að komast inn, þangað til ég fékk stór samar, þá lagaðist það. Já. En varstu byrjaði sem drengur og þú ert ungu maður og hvernig tóku foreldrarnir svo á konan síðar? Bara vel. Já. Hún var alveg sammála þessu. Já. Til dæmis þessi forstofumöbla hérna, þetta er alveg gullfallegt. Þetta var mekta maður í Reykjavík fyrir sunnan vestan sem átti þetta, sunnan og vestan. Þetta er fyrir stafina og reglífarnar og hattana. Söðull sem amma mín átti og berjatíni sem Þórður og Sæból í Kópavogi átti. Og svo margt svona gammalt. En hvað er hérna megin? Hérna megin, þetta eru bara þvottavélar hérna. Þvottavélin Þörf hérna. Hún var framleidd í Reykjavík, Alexander Einbjörnsson smíðaði þetta. Hún er mjög góðu standi þessi. Og hérna er önnur þvottavélin Björg. Það var smíðað á Selfossi. Bara svona hamast í þessu. En þetta bjargaði konunum á þvottabrettinu. Drygg minn. Já, og svona þetta teljið allt margt hérna náttúrulega. Svona. Ég vil nú taka þetta hérna fram úr bara. Til dæmis þetta hérna sem Hannes Hafstein lét gera handa konunginum frá konungsheimsókninni 1907. Handa konginum og þeir sem koma með honum og slektinu til að éta með þessu dryggum inn. Já, það er ekkert annað. Og þetta hérna, þetta er líka diskur úr þeim stelur sem voru gerðar með bláa fánanum með fálkanum hérna. Þetta er svo gullfallegt. Það er bara mikið í lagt. Ótrúlega fallegt hvað þetta er. Já. Þetta er rúmið hérna frá Hringveri og húfan hérna heklaða sem Hanni hafði á höfðinu þegar hún nú eitthvað heimann. Hárlokkur af annarri hvori systirinni hérna, ég veit ekki á hvori. Og hérna minningagrein.
minningar ljóð hérna eftir Guðmundar Kvíslarhóli. Þetta hérna til dæmis skírnarkjóll hérna frá Hringveri sem var síðan 1908 þegar Kristín var skírð. Og svo fekk við hennan sparikjól hérna og þá var farið með til ljósmyndara og hérna mynda þeim foreldrunum með hana og bærinn hérna Hringver. Svona sokkar og skór hérna sjá þeim. Og þetta hérna, þetta er nú merkileg gripur út af fyrir sig. Þetta hérna, skal ég segja þér, þetta sem að Fanny langaði til að sauma sér nýja flík einu sinni en það var nú ekki til nema bara hveitipoka til þess að sauma úr, sem gekk nú í Voginum. En það voru með viskustykki og það voru viskustykki bara í boðangunum. Þetta er svo vel saumadrengu, Þetta er snjallt. Snjallt, meira en það. Já. Og meira segja spenna hérna aftan í svona til að taka þetta saman í svona. Þetta er alveg magnaða frágangar á þessu hjá henni. Já, það er ekki mér. Já. En ertu samt ekki glaður eftir öll þessi ára að þú hafið þá byrjað á þessu ungur og ert enn að? Jú, ég er búinn að bjarga mjög miklu sem annars hefði verið ekki til og Já. Alls ekki. Og farið í glatakistunum bara. Já. Það er kistan sem alltaf tekur við. Það er nú málið, sko. Já.